Verið velkomin í samtal ferðaþjónustuna við stjórnmálin, þætti sem eru sendir út á miðvikudagsmorgnum á Facebook síðu SAF og vísis.is klukkan 9:15. Í hverri viku þá fáum við til okkar leiðtoga eða fulltrúa stjórnmálaflokkana til þess að ræða stöðuna og framtíð ferðaþjónustunnar inn í næsta kjörtímabil og hugsa það svona sem fyrstu tengingu okkar við kosningarnar í september næstkomandi. Og hjá okkur í dag Björn Leví Gunnarsson, fulltrúi og þingmaður Pírata. Velkomin og kæra þakki fyrir að vera með okkur. Takk fyrir boðið bara. Við byrjum nú oft hérna á því að og yfirleitt á því að svona velta fyrir okkur aðeins innanlandsferðamennskunni. Ertu mikið í því að þvælast innanlands svona almennt eða hefur gert meira því undanfarið ár? Rosalega lítill tími til þess alltaf svona í þessu starfi. Maður nær samt kjördæmavikunum og svona í flakkið, en við náðum að fara í góða ferð á Snæfellsnes í Stykkishólm daginn. Það var alveg yndislegt. Og svo einmitt kjördæmaferðirnar og svo planar maður eitthvað í núna næsta sumar, en síðasta sumar fór allt í einhverjar framkvæmdir hjá mér. Það var voðalega mikið vesen. Alltaf fullu. Ákveðið að fara einhverjar drendóti í röðinni og svona, þannig að maður festist í öllu svoleiðis. Akkurat, það einhvern veginn vill nú verða þannig að ef maður fer í gang með eitthvað slíkt þá tekur það allan tíman í verðinni. Þetta reglulega því miður. Eins og kosningar, það yfirtekur lífmanns. Þannig það. Heyrðu, við vonum bara að þú komist eitthvað aðeins út betur næsta sumar. Það allavega á nóg að taka. Við veltum því mikið upp í þessum þáttum og félagsmenn náttúrulega hafa mikinn áhuga á því að fá að vita svona hvernig afstaða flokkana til hluta eins og rekstrarumhverfis, gjaldtöku og fleiri hluta gagnvart næstu árum, þar að segja svona þessari viðspyrnu sem við erum alltaf að tala um og hvers vegna skiptir máli að gera hana eða ná henni eins hratt og hægt og það kannski liggur svona beinast við að fara kannski bara beint í það að nú búið að fara í ýmsar aðgerðir á síðasta ári, skulum við segja, sem stjórnvöld hafa leitt og hefur svona sitt sýnst hverjum inn í pólitíkinni með það. Þú ert búin að kannski vera svona í fremstu raðar sæti þar í fjárlaganefnd og fjallum þessar aðgerðir allar. Hvernig sjáu þið þessar aðgerðir fyrir ykkur? Finnst ykkur vera nóg að gert? Hafið við ánægð með sumt og ekki jafn með annað? Eða hvernig telur þurfa að gera meira? Þær hafa nokkrar verið alveg ágættar og vandað upp á aðrar. Þetta búið að vera sitt og hvað bara, eins og gengur að gerist. Við vorum bara strax síðasta vor þegar að faraldurinn var að hefjast, þá komu skilaboðin að stjórnvöld ætluðu að bregðast við jafnóðum. En raunin hefur orðið svo að þau hafa brugðist við svona eftir á vandamálinu og reynda svona elta skottið einhvern veginn á þessu öllu, sem að skila sér núna í 12% atvinnuleysi, sem einmitt ekki það sem við viljum. Akkurat. Við lögðum til í stjórnarandstöðinni alveg þrefalt meira í rauninni fjármagn í til dæmis nýsköpun bara strax síðasta vor, sem hefði þá nýst inn sumarið og væri að koma til góðra nota í rauninni núna, þau störf sem að annars eru í atvinnuleysi. Maður sá það strax að stefna stjórnvalda var í rauninni að bíða af sér faraldurinn. Bara bjuggust við stuttum vaflaga faraldri og efnahags svona áfalli, sem svo röng aðferð fyrir stjórnvöld að skipuleggja sig gagnvart. Þú skipuleggur þig gagnvart verstu sviðsmyndinni og býst við betri sviðsmynd. En þarna byggust þið bæði við hinu besta og skipulegðu sig fyrir það besta. Þannig að við sjáum náttúrulega núna að það búið að vera hrun í þessum bara störfum innan ferðaþjónustunnar, augljóslega. Og eitthvað þarf fólk að gera á meðan þangað til ferðaþjónustan kemst á stað aftur, sem hún mun tímalaust gera. En við erum enn í þessari biðstöðu, þannig að það svona helsta gagnrýnin sem hefur komið frá okkur bara við áttum að fara í meiri uppbyggingu og tryggja sem störf fyrir fólk strax til þess að nýta þá framleiðinni sem möguleg í staðin fyrir að skilja fólk eftir í atvinnuleysinu bara heima. Við erum 1 af hverjum 8 sem að sitja heima og 1 af hverjum 4 á Suðurnesjunum. Það ekki góð nýting á þeim möguleikum sem við höfum, því að hugmyndinar eru allt. Við fengum þau skilaboð líka inn frá til dæmis Tækniþróunarsjóði sem að umsóknir sem komu þangað í sumar, það var ekki einhver 8% eitthvað slíkt sem voru þeim umsóknir sem voru samþykkt. Þannig að hugmyndinar eru það núti.
bara bíða eftir að vera notaðar en stjórnvöld voru ekkert voru mikið til í það og hafa ekkert verið til í það mikið ennþá eru ennþá bara að bíða eftir því að ferðaþjónustan kom í gang en sést núna á fjármálaáætlunin sem verið að fara að skipuleggja núna og er að birtast bara í þessum töluðu orðum held ég að það bara verið að opna landið nokkað 1. maí og þá bara ferðaþjónustan að koma í gang og redda þessu öllu ekki nein önnur uppbyggingar áform heldur bara bíða og sjá hvað gerist þangar að ferðaþjónustan getur komið og svo bjargvætturinn eins og hún var hérna 2010 og komum við að redda öllu aftur. Akkurat. Við náttúrulega viljum í ferðaþjónustunni gjarnan geta verið sá bjargvættur en viljum við ekki fjölbreytnina? Jú, vissulega og þetta er eitt af því sem við höfum náttúrulega akkurat talað og maður tekur eftir að akkurat mikið áhersluefni í stefnuskráni hjá ykkur Pírötum að svona þessi samþætting atvinnugreinanna og einmitt áhersla á nýsköpun og vöruþróun og að ýta undir þessar tær greinar. Og nýsköpun í ferðaþjónustu líka þessu. Akkurat. Hún har alltaf verið gríðarlega undanförnum árum. Þannig að þetta er nokkuð áhugaverður punktur og við höfum náttúrulega verið hér hjá SAF að ræða einmitt svona þessa samfélagslegu áhættu af atvinnuleysinu og sérstaklega langtíma atvinnuleysi núna alveg frá í rauninni upphafi faraldursins, þetta er eitthvað sem við höfum töluverðar áhyggjur af. Hvernig sérðu fyrir þér að ný ríkisstjórn segjum inn í næsta kjörtímabil og jafnvel bara nú þegar fyrir vorið þurfi að bæta í það sem að þegar hefur verið gert til þess að taka á og í rauninni minnka hættuna á langtíma atvinnuleysi sem byggist upp inn í næstu ár? Við þurfum tímalust að læra af síðasta hruni fyrst að passa það að fólk sé að halda þakki yfir höfuðið og að passa upp á ráðstöfunartekjur og þess aftar. Það er bara algjör grundvöllur sem að þurfum að byggja ofan á. Við höfum ekkert ef að fólk veri í svipaðar áttir og það fór eftir síðasta hrun. Þannig að það verður alltaf fyrsta ábyrgð hvaða stjórnvalda sem tekur við eftir næstu kosningar. Hvað varðar hins vegar svona bara heilbrigði atvinnulífsins í heild og þá erum við búin að upplifa það á undanförnum áratugum að vera með fáar stórar stoðir. Sjávarútvegurinn var bara eina atvinnugreinin, bætast á álið síðan líka og bætast við bankanir þegar á þeim tíma sem að nýsköpunin átti að vera að koma inn til þess að verða auka og breið stoð í efnahagnum. Svo kemur hrunið og þá dettur inn ferðaþjónustan og verður stærsta stóðin, meira að segja. Og það er aftur og aftur að gerast. Það er einmitt stærsta stóðin veldur mestu sveiflunum. Því að litlar breytingar í stærstu stóðinni hafa mikil áhrif út í efnahaginn. Akkurat. Þannig að við viljum kannski einmitt síður fáar stórar stóðir heldur viljum við viljum fá kannski breiðar stóðir. Við viljum fjölga þeim möguleikum sem að fólk hefur til þess að leita og skapa ný tækifæri heldur en að leggja áherslur á þessar stóru stóður sem eru nú þegar til staðar. Ferðaþjónustan er vissulega ný grein og er undir þeim hatti að vera einmitt að komast af stað þó hann sé orðinn þetta stór, þá er þetta margir litlir aðilar sem er að vinna stórt verk hérna. Á sama tíma þá þurfum við að sinna uppbyggingu í samfélaginu til þess að taka við öllum þeim ferðamönnum sem ferðaþjónustan er að þjónusta og þar lendum við í þessum vanda. Við erum að taka við rosalega mörgum ferðamönnum en getum ekki annast þá eins og við myndum vilja kannski geta gert án þess að ganga á náttúruna og þarna hafa stjórnvöld einmitt þrátt fyrir mikla aukningu í tekjum vegna ferðamanna ekki náðu að standa sér nægilega vel í uppbyggingu á ferðamannastöðum eða það sem því tengist. Myndu þið vilja sjá þá í rauninni kannski eins og meira fjármagni veitt til eins og landsáætlanir uppbyggingu innviða og framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til þess að flýta þessum Við þurfum að hugsa hvernig ber landið bæði ferðamannafjöldan sem við erum að stefna að ná og hugsa þá að ef þetta er einfaldlega of mikill fjöldi heldur en við getum náð, hvernig getum við gert það á þann hátt sem gagnast okkur og náttúrulega ferðamannunum sem best. En líka að hugsa kannski til framtíðar upp á hvernig lítur Ísland út sem með 1 milljón manns, ekki bara ferðamenn heldur íbúa. Hvernig erum við að fara að því að einmitt í
eins og sóknaráætlunum og landshluta-áætlunum og þess að hvernig erum við að hugsa það hvernig Ísland verður ekki næstu bara 5 ára næsta kjörtímabil heldur næsta ára tugina hvernig lítur samgöngukerfið út þegar það orðið fullkomið miðað við núverandi aðstæður hvernig það núna og hvernig sem sagt brúin þar á milli það að fara úr núverandi ástandi yfir það ástand sem við sjáum árið 2050, árið 2060 og svo framvegis og þar hefum við svona verið að banka helst á hurðina og segja að þessar áætlanir eru ekki nógu góðar þið eruð ekki að sýna á spilin þið eruð bara að giska á hvað gerist næst þið eruð ekki að búa til framtíðar sýnina og það það sem við viljum bæta við stjórnmálin að áætlanir séu þarna lagðar á borð fyrir fólk til þess að fylla inn í líka til þess að landshlutarnir geti fyllt inn í sínar áætlanir, sína forgangsröðun og haft eitthvað það að segja í staðin fyrir þetta kjördæmapot sem alltaf að gerast að göng hoppa til hliðar fram og tilbaka í samgönguáætlun eftir einhverjum duttlungum rétt fyrir kosningar eða eitthvað þvílíkt. Þetta kemur einmitt mjög skýrt svona fram í stefnuskránni hjá okkur þessi langtíma sín og gagnvart ferðaþjónustunni þá einmitt það sett í samhengi við einmitt að nærsamfélögin geti komið inn í vinnu við þá sín til þess að sjá hvernig þau þurfa að þróast inn í framtíðina. Þetta eitthvað, hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þetta gæti gerst? Ég meina, hvernig á svona vinna að fara fram? Nú liggur fyrir svona ákveðin stefnurammi framtíðarsýn og leiðarlegs ferðaþjónustuna til 2030. Það rauninni ekki nema tæp 10 ár héðan í frá. Þannig að í þessu samhengi sem að þú ert að ræða þá það stuttur tími í rauninni. Já. Þannig að hvernig sjáu þið fyrir ykkur að þessi vinna geti í rauninni farið fram? Við erum hingað til þetta kjörtímabil við verið að biðja lágmarkið bara í kringum fjármálaáætlunina að sem sagt sýnið okkur hvað á bakvið þessa áætlun, hvað forgangsröðunarlistin á verkefnunum sem þeir eru að vinna með því að við fáum ekki einu sinni að sjá hann og þegar við vitum ekki einu sinni hvaða verkefni eru næst á dagskrá eða þar næst á dagskrá eftir að grunn svona listin sem að birtist í fjármálaáætlun búinn að þá erum við ekki að plana neitt til framtíðar. Akkurat. Að þá erum við ekki að sjá neitt hvað næst heldur, sem sagt, þá þurfum við að taka upp stefnumótunarferlið aftur og þá grautast þetta allt fram og tilbaka. Já. Þannig að ef við byrjum á að hugsa þetta eða leyfa okkur að sleppa smá af völdunum til fólk sínar samfélaginu, til þess að ákveða sína forgangsröðun sjálf og við sjáum í rauninni á Alþingi einmitt bara að fjármagna hlutina í staðinn fyrir að grauta og skipta okkur voru með puttana í öllu. Dreifðari stjórnsýsla í rauninni heldur nú. Mikið meira þannig að við séum síður að ákveða nákvæmlega í hvaða röð á að gera göng eða vegspotta eða eitthvað þvílíkt. Við sjáum bara að tryggja það að fjármagnin verði fyrirsjáanleg til nægilega margra ára til þess að það sé hægt að skipuleggja stærri framkvæmdina sérstaklega. Akkurat. Og þá sjáum við til dæmis bara fjarðaðagöngin eða eitthvað þvílíkt sem eru margir milljarðar. Það var alltaf stór framkvæmd á þann landshluta í samgönguáætlun en ef að það væri fyrirsjáanleg fjármögnun í langa tíma þá var þetta að leggja til hliðar vegna hennar til þess að fara af stað þá á réttum tíma. Akkurat. Ekki bíða í 30 ár og ekkert gerist. Einmitt. Þetta áhugavert. Nú hefur náttúrulega kannski tengt þessu svona sýn það hvernig maður byggir upp atvinnuvegi til framtíðar, þá hafið þið lagt mjög mikla áherslu á til dæmis eins og einföldun stjórnsýslunar, meira gagnsæi stjórnsýslu, meiri rafræna stjórnsýslu. Hvar tel ég að þetta sé í rauninni statt til dæmis eins og gagnvart atvinnugreinunum akkúrat núna? Ég meina nú til dæmis Stafrænt Ísland komið í gang, kannski núna í rauninni hefur orðið að einhverju á síðasta kjörtímabili. Hefur allavega fengið einhver verkefni núna eins og í kringum þessar aðgerðir og svo framvegis. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur þróast? Getur þetta þróast hraðar heldur en það hefur verið að gerast núna og þá með hvaða hætti? Já, mjög auðveldlega getur þetta þróast hraðar. Það þurfti heimsfaraldur til þess að skella í gang smá mokstri á fjármagni í þetta augljósa hagræðingarverkefni. Þar sem að við erum ekki að finna pjóli hérna. Ísland búið að fara í gegnum þetta og fremstan í rauðinni. Þannig að það
við erum Píratar og við afreitum. Við getum auðvitað leitað okkur þekkingar þar sem hann er að fá og finna og við höfum sjálf fullt af hugmyndum það hvernig er hægt að gera þetta betur og hraðar með opnum hugbúnaði, með sem sagt miklu svona gagnvirkari hætti hjá öllum og það sko, ég fer alltaf í að pæla hvað þetta er ákveðin sjálfbærni þarna í gangi gagnvart stjórnsýslunni en líka gagnvart einmitt bara í landinu öllu að það er ekki bara aðgengið sem við viljum tryggja í svona gegnum stafræna stjórnsýslu heldur viljum við líka tryggja dreifinguna þar að segja að þá er ekki bara að tala eins og störf án staðsetningar og svo framvegis heldur er að tryggja tala sem sagt ábyrgðina sem að fylgir fjármagni og þar skiptir einmitt ferðaþjónustan rosalega miklu máli því að þegar að ferðamenn fara út allt land og nálgast annarkvort stjórnsýslu eða þjónustu eða annað þá skilur hún í raun og veru ekki svo mikið eftir á hverjum stað fyrir sig og þess vegna hefur rökræðan gistináttagjaldið og þess aftar átt sér stað. Þannig að við viljum ekki bara dreifa sem sagt, stjórnuninni, ábyrgðinni og valdurinn, líka fjármagninu með einhverju eins og að tekjustofnanir sem að nýta þjónustuna eins og virðisaukaskatturinn til dæmis eða fjármagnstekjuskattur eða þess að verði eftir í sveitarfélögum. Þannig að þegar að ferðamaðurinn fer í gegnum sem sagt Vík í Mýrdal og kaupir mjólk út í búð og þá er hluti af skattinum sem er út af þeirri þjónustu verður eftir á þeim stað. Akkurat. Það hvetur sveitarfélögin til miklu meira samvinnu við fyrirtæki og starfsemi sem að annars skilar mjög litlu til sveitarfélagana. Og þetta er uppbygging alveg jafn mikilvæg og sem sagt svona samþætt og einmitt stafræna stjórnsýslan sem við þurfum að fara út í að búa til ákveðna heild á milli þessa hvernig við erum að fjármagna, hvernig við erum að hvetja til atvinnustarfsemi út allt land og hvernig við búum til aðgang fyrir alla að opinberri þjónustu eða að rauninni tryggja þessa samvinnu á milli mismunandi stjórnsýslustiga og síðan sem sagt fyrirtækjana sem að starfa í rauninni án staðsetningar að miklu leyti eins og ferðaþjónustan gerir að hún skilji eftir sig verðmæti út allt land á skilvirkan hátt. Þannig að ég sé þetta alltaf svona sem saman við höfum verið með stefnu að internetið er eitt markaðssvæði, Ísland á að vera vissulega eitt markaðssvæði fyrir ferðaþjónustuna en við þurfum að skilja eftir bæði fjármagn, við þurfum að skilja eftir ábyrgð, við þurfum að skilja eftir aðgengi fyrir alla út allt land og ég er svona pínlítið á svona þeim stað fyrir framtíðin að gera þangað sem við þurfum að byggja okkur upp varðandi stafræna þjónustu, varðandi þjónustu við fyrirtæki og svo aðgengi og aðkomu þeirra að rauninni ábyrgð gagnvart nærsamfélaginu. Akkurat. Þetta er einmitt eitt af því sem hefur verið rætt mikið einmitt hvernig hægt er að tryggja það að meiri ávinningur af atvinnugreinum eins og ferðaþjónustunum til dæmis og sérstaklega undanfarin áveri rætt ferðaþjónustuna verði eftir í sveitarfélögunum út í nærsamfélögunum. Einhverjum eins og þetta núna þá er þetta náttúrulega mikið fasteignagjöld og þá hlutiluna útsvar og slíkt. Já, bara hversu mikið af fólki út með og hversu margir fermetrar og með og þú ert ekki með hvata fyrir neina aðra atvinnuuppbyggingu heldur en sem að Nei, og þarna hefur kannski einmitt á þessuna komið inn einmitt eins og til dæmis í stefnuskrám ýmsa stjórnmálaflokka eins og fyrir síðustu kosningar og slíkt verið einmitt umræða í samfélaginu það hvort allimis svona einhver sértæk gjöld til dæmis eins og gistináttaskatturinn er að renna með stærri hluta til sveitarfélagana það þurfa að tryggja það að þau fái eitthvað meira af svona gjöldum og sköttum og þetta er náttúrulega eitt af því sem að kannski okkar félagsmenn horfa þá eins og núna til inn í næstu ár og segja heyrðu við berum ekki til þess að við viljum frekar geta ráðið starfsfólk heldur en að borga meiri gjöld. En það er ekki tilgangurinn, það er ekki þörfurinn á eins og gistináttaskatti ef að sveitarfélögin að fá útsvarshlutdeild í
sem sagt virðisaukaskattinum í tekjuskatti fyrirtækja Þannig að þið myndu frekar vilja sjá það þannig að það væri meira af þessum svona almennu tekjustofnum ríkisins sem væri beint til sveitarfélagana heldur en einhverju sértækisskatti. Já, enda þetta líka hluti af almennri fjármögnun hins opinbera. Þetta ekkert aukalega verið að búa til einhverja þjónustu eða opinbera þjónustu fyrir ferðaþjónustuna sem að réttlæti þá endilega auka gjaldstofn sem slíkan. Þannig að það væri skilvirkar í rauninni bara að hafa þetta sem hluta af þeim sköttum sem við erum þegar með, heldur að búa til einhvern nýjan. Ef að það er eitthvað sem væri sérstakt við ferðaþjónustuna, sérstök auka uppbyggingar átaka eða eitthvað svoleiðis, þá getur það réttlætt einhvern sértækan gjaldstofn í einhver tíma eða eitthvað því. En við sjáum við ekkert endilega neitt nauðsyn á því, kannski væri það eitthvað eins og skattaívilnunar sem eru á virðisaukaskattinum nú þegar að ferðaþjónustan er stærsta stoðin, eða var stærsta stoðin í íslensku atvinnulífi, þá verður maður alltaf að spyrja sig af hverju eru skattaívilnunir á virðisaukaskatti til stærstu greinarinnar. Maður skilur það að hluta til að því að það eru í samkeppni við aðra en við erum að fá miklu fleiri ferðamenn heldur við vorum að ráða við og líka eru þetta fullt af nýjum fyrirtækjum þannig að það eru nokkur svona sjónarmið sem tókast þarna á, það er skiljanlegt að veita ákveðnar ívilnanir til svona nýsköpunar fyrirtækja nýra fyrirtækja og lítilla fyrirtækja sem er að byrja en svo eru ekki kannski endilega skiljanlegt að veita skattaívilnanir til stærsta iðnaðarins í landinu þannig að það eru svona Akkurat, þetta eru mismunandi sjónarmið eins og við komum fram í umræðinu og við höfum náttúrulega alltaf haldið því fram að þetta sé fyrst og fremst samkeppnismál sko. Já, en á sama tíma þá erum við að fá miklu meira magn kannski af ferðamönnum heldur en við ráðum við á meðan við erum ekki að sinna uppbyggingunni nægilega vel. Þannig að þar tókast á, kannski þurfum við ekki alveg svona rosalega marga ferðamenn en þurfum kannski að gera betur við þá. Ef við erum að koma mikið inn með lággelda flughingað þá erum við almennt síðan að fá ferðamenn sem eru styttra fara þá styttra landið, dreifa síður út allt land á meðan ef við erum með rauninni ekki betri gæðaflug eða ekki lággjaldaflug endilega fá ekki þannan massa sem kemur með þeim bara í stuttan tíma, þá erum við kannski með heilbrigðari ferðaþjónustu út allt land. Í þeim minnst að þá talar inn í þessa umræðu hinn betur borgandi ferðamann sem er þá kannski helst þá sá sem er þá 1-2 nóttum lengur heldur en meðaltali núna og svo framvegis. En svo er náttúrulega aðgengi bara að fleiri landslutum heldur en bara í rauninni suðvesturhorninu til þess að koma ferðamönnum að þannig að ef það væri stefnan að taka meira við einmitt lággelda flugi að þá að minnskosti hafa aðra gátt inn í landi þar sem að það væri hægt að dreifast þaðan en ekki bara frá Suðvesturhorninu. Akkurat. Hvernig svona farandi úr þessu þessari gjaldaumhverfis umræðu og yfir í kannski svona einmitt svona súmaðis út í rekstrarumhverfi fyrirtækja almennt okkar félagsmenn náttúrulega horfa mjög mikið til þess núna inn í næstu svona, ég skulle segja 3-4 ár næsta kjörtímabil það bil. Hvernig hægt verði að stilla af rekstrarumhverfi fyrirtækina sem er flókið og svona, við segja þungt á landinu bara út af kostnaði fyrst og fremst, ýmsum kostnaði, launakostnaðar, aðfangakostnaðar og fleira. Þar koma náttúrulega svona ýmsir stillitakkar ríkisins til eins og tryggingagjald, virðisaukaskattur og fleira. Hvernig hafa Píratar mótað einhverja stefnu þetta sérstaklega eða svona, hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur inn í framtíðina? Hvernig væri hægt að styðja við viðspyrnu og ráðningu á fleira starfsfólki og svo framvegis með því að stilla þessar stilliskrúfur ríkisins í rekstrarumhverfinu betur? Helst fyrir að tala bara einmitt einföldun á rekstri í þessu fyrirkomulagi, skriffinskan, þar kemur inn stafræna þjónustan kannski meira og betur þannig að fólk þurfi ekki að eyða tíma í hið opinbera, geti bara sinnt vinnunni sinni, hitt gerist eins og skattaskýrslan er rauninni orðin núna, þú opnar hana bara og ítir á já nokkurn veginn. Að við viljum komast meira í þá átt, að fólk þarf ekki að hugsa að stjórnsýslan hið opinbera sé eitthvað sem að er kvöð, heldur er það stuðningur, það er einhver sem að tryggir það að það er engir aðrir sem er í samkeppninu sem er að svindla og þess háttar. Bara fyrir mitt næsta kjörtímabil, næstu 4 ára að því að við erum bara að koma út úr þessum faraldri og efnahagsleiðin og slíks að þá
þá held ég að það sé svona lykilatriðið að fólk geti komist á stað hlaupandi með því að hafa umhverfið aðeins einfaldara og auðveldara í aðgengi frekar heldur en sem sagt álögunar sem slíkar einfaldlega út af efnahagsaðstæðum að þá verður mjög erfitt að spá fyrir það hvernig er hægt að haga þeim til á einn og annan. Við talaði fyrir því í rauninni að við verðum að vinna okkur upp úr þessari lægð á löngum tíma. Já. Þannig að rauninni sem kannski minnstar breytingar frá núverandi fyrirkomulagi í skattaumhverfi og svo framvegis. Ekki fara í einhverja stórfelldar skattahækkanir til þess að reyna að vinna hrattinn eða fara í stórfelldar niðurskurð til þess að reyna að vega upp aðhaldið á móti. Heldur bara að leyfa efnahags á hagkerfinu að vinna sér dálítið upp í þetta ef þetta er faraldur eða svona atburður sem að gerast á einnar aldra fresti, þá höfum við alveg þó nokkuð mörg ára 22 til þess að leyfa þessu bara að malla og vinnast upp smá saman. Já. Þannig að við viljum frekar halda þessum ákveðna stöðuleika bara sem að hefur verið hið opinbera á að jafna efnahagskerfið. Það var ekki bara að stilla og núllstilla ríkissjóð, heldur á það að núllstilla efnahagskerfið og ríkið má vera í mínus svo lengi sem að efnahagskerfið er ekki í mínus líka með aukinni verðbólgu eða atvinnuleysi eða því um líkt. Þannig að ríkissjóður hefur umfangið til þess að taka þá sveiflu á sig og það að sjálfsögðu er bara augljóst hlutverk ríkisins að gera það núna á næstu nokkrum kjörtímabilum líklega. Kannski gengur allt betur og þetta kemur hatt tilbaka sérstaklega ef að koma góðir ferðamenn og ansi margir, þá hjálpar það þeim fyrr. Þannig að planið núna hefur maður séð að eru 700.000 ferðamenn á þessu ári, sem er rétt tæplega tvöfalt það sem kom á árið 2020. Já. Og svo 1,3 ára á 2022. Það er kannski hófleg spá fyrir næsta ár. Gæti verið það. Kannski bjartsýn spá fyrir þetta ár. En það í rauninni lofar bara góðu. Og ég hef ekki áhyggjur af í rauninni Íslandi og íslenskum efnahag til langs tíma. Við erum auðug þjóð og getum gert rosalega marga og góða hluti. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af efnahagslægðinni. Hún kemur til að jafna sig auðveldlega, að bara spurning hvernig við dreifum rauninni álaginu á komandi kjörtímabili. Það verður lykilatriði að passa upp á að það verði ekki fólk sem detta á milli þessara aðgerða sem stjórnvöld hafa gripið til. Hefur gert að hinga til, þess vegna erum við í 12,5% atvinnuleysi. Þannig að það verður verkefni næsta kjörtímabil sem gera það og þá held ég að allir verði svona margir verði að halda aðeins niður í sér andanum gagnvart einhverjum rosa ívilnunum hingað og þangað. Við viljum gera hlutina einfaldari en við þurfum líka að sjá hvernig efnahagurinn þróast núna strax eftir COVID áður en að það er hægt að svara því rauninni heiðarlega og nákvæmlega hvað á að gera. Það er ekki góð stjórnsýsla eða góð pólitík finnst mér að giska of mikið á þessum tíma. En við viljum búa til áætlanir og áætlanir hjá okkur er að reyna að hafa þetta stöðugt og vinna þetta upp á löngum tíma. Við höfum alla burði til þess hérna á Íslandi, höfum sýnt það aftur og aftur og aftur, þannig að ég hef engar áhyggjur af því að það takist. Ég hef áhyggjur af því ef við grípum til mikilla skattahækkana eða mikils niðurskurðar, hverjar afleiðingarnar verða af því að það er svo auðvelt að missa einhverja á milli ef að það farið í hraðar breytingar á þann hátt. Einmitt. Kannski svo við vindum hvað okkar í krossona í lokin að nú liggur fyrir þinginu frumvarp miðhálendisþjóðgarð sem að þið hafi verið svona jákvæð gagnvart hugmyndinu þjóðgarðinn og í rauninni haft það í stefnuskránni hjá okkur. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur núna? Ég meina að það hefur orðið svona töluverð pólitísk umræða þetta frumvarp, útfærslurnar í því og svo framvegis og svona sýnir sitt hverjum eins og gengur. Ekki síst svona stór mál. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur núna? Ertu trúaðar á að þetta, svona við náttúrulega horfum á þetta sem mál gagnvart
ferðaþjónustu, við verðum svona kannski aðal nýtendur garðsins sem atvinnugrein þarf að segja af atvinnugreinum verði hann að veruleika. Hvernig sjáu þetta fyrir ykkur þróast eins og núna? Er þið sátt við þetta frumvarp eins og lítur út? Hvað teljið þurfið að gera við það eða heldur þetta verða veruleika núna inn á vorþing eða? Við erum með nokkrar athugasemdir svona ákveðnar takmarkanir og við erum alveg sammála markmiðinu sem slíku og ég skil af hverju fólk er á móti, þeir sem eru á móti þessu fyrirkomulagi. Ég skil af hverju og hvaðan þeir koma. Það gagnvart ákveðnu bara vantrausti á stjórnvöld og það bara mjög skiljanlegt vantraust. Og við gerum ráð fyrir því að reyna ekki, að haga okkur ekki þannig að ég hefði ekki áhyggjur af því að þetta frumvarp yrði samþykkt því að það ekki okkar markmið að vera leiðileg við fólk sem að vill njóta íslenskra náttúru og þarna eru þessi tveir svona andstæðu, eða ekki andstæðu, tveir hópar svona sem að þurfa aðgang. Og það annars vegar bara fólk eins og bara fólk flest og vill bara njóta almanna réttarins og geta rölt og gengið og hjólað og ýmislegt íslenska náttúru sem að á ekki að vera vesen í núverandi frumvarpi með nokkrum örfáum breytingum. Það eru ákveðnar takmarkanir sem að við viljum slaka á aðeins þar til að byrja með sem ætti ekki að vera mikið mál, myndi maður halda. En svo það einmitt ferðaþjónustan og þessi sem vilja í rauninni nýta sér þessi gæði í bara ágóðaskyni, eðlilega. Og þar hugsum við að sjálfsögðu og sjáum að á undanförnum árum þá hefur verið álag á ferðamannastöðum. Einfaldlega ber ekki svona marga ferðamenn. Og ef að við ætlum í fyrsta lagi að láta þessa ferðamannastaði bera svona marga ferðamenn, þá þarf uppbyggingu þar. Einhvers konar svona sameiginlegt skipulag sem að Hálendisþjóðgarðurinn hugsaður sem. Og í því umhverfi að þá horfum maður ekkert endilega á það hvernig það núna, heldur eftir 10 ár. Ef að við ætlum að geta annað þeirri eftirspurn sem myndum vilja að verði eftir 10 ár, þá myndum vilja hafa eitthvað fyrirbæri eins og Miðhálendisþjóðgarðinn til þess að geta skipulagt það. Annars lendum við í vandamálum eftir 10 ár ef við vinnum okkur í þáttina. Þá er orðið vesen að setja upp Miðhálendisþjóðgarðinn og byrja það allt fyrirkomulega frá nulli. Þannig að það þarf að haldast aldrei hönd í höndi mitt. Hvert ætlum við að fara og hvers konar hvaða vöru erum við rauninni að selja fyrir ferðamenn, fyrir hvernig erum við að verja náttúruna og halda henni þannig að sé hægt að njóta hennar eftir 10 ár, eftir 20 ár. Og hvað þýðir það þá í bæði skipulagi og uppbyggingu innviða til þess að ná því markmiði. Og þar ef maður spyr sig alveg heiðarlega þá þarf fyrirbæri eins og Miðhálendisþjóðgarðinn. Hvernig hann síðan útfærður hægt að misnota með alls konar forræðishyggju og svo framvegis sem að við viljum ekki. Við viljum að þetta sé gott aðgengi fyrir allavega almenning og þetta sé skipulagt og sanngjarnt gagnvart þeim ferðaþjónustuaðilum sem að vilja nýta svæðið. Þannig að það að gera það að útfæra þetta á slæmanhátt. Þetta ekki núverandi frumvarp ekki þar. Það kannski með hlutaðar sem við gerum smálega athugasemdir við. En það líka hægt að taka núverandi frumvarp og það fyrirkomulag sem því og misnota það á leiðilegan hátt. Þannig að þetta fer allt eftir framkvæmdina og það erfitt að gagnrýna núverandi frumvarp af því að maður sér síðan ekki hvernig því verður runni beitt þegar það komið á. Það náttúrulega erfitt. Þannig að það svona kannski þessi eins og þú hefur verið að tala áður, þessi svona langtíma sýn sem að þið viljið hafa í huga gagnvart þessum málum eins og öðrum. Snýst rosalega mikið sanngirni bara, þegar allt kemur til alls. Akkurat. Ég þakka kærlega fyrir komuna Björn og gangi ykkur vel í ykkar baráttu á næstu mánuðum, bæði í kosningum og öðru í stjórnmálunum.
Við verðum hér á næstu miðvikudag með leiðtoga og forsvarsmenn flokkana í spjalli framtíð ferðaþjónustunnar eins og hingað til, sent út klukkan 9:15 á miðvikudagsmorgnum á Facebook síðu SAF og vísi.is og allir þættirnir eru síðan aðgengilegir í sjónvarpi Vísis og við hvetjum ykkur til þess að kynna ykkur þá alla til þess að sjá hvað flokkarnir eru að leggja áherslu á inn í næstu ár og viðspyrnu ferðaþjónustunnar. Kæra þakki fyrir okkur.